Góðan dag og verið velkomin á uppgjörsfund Skaga fyrir þriðja ársfjórðung ársins 2025. Þannig endilega bjóða ykkur hér í salnum að fá okkur sæti og bjóða ykkur á streyminu velkomin sömuleiðis. En sem fyrr þá munum við Brynjar Hreinsson fjármálastjóri fara yfir uppgjörið og helstu tíðindi úr fjórðungnum. Og við Brynjar munum svo einnig svara spurningum frá okkur eftir lokkynningar ef einhverjar eru. En við skulum byrja á helstu tíðindum úr þriðja ársfjórðungi. Nú hagnaður Skaga á fjórðungnum nam 717 milljónum króna eftir skatt sem samsvarar 13,2% arðsemi eiginfjár á ársgrundvelli. Og grunnrekstur samstæðuna var áfram sterkur sem birtist í talsverðum afkomubata á milli ára, en ávöxtun fjárfestinga var hins vegar undir væntingum sem ásamt fjármagnsliðum hafði neikvæð áhrif á heildarafkomu samstæðunnar á tímabilinu. Nú VÍS átti aftur virkilega góðan fjórðung, þar sem samsetta hlutfalli var 82,4% og afkoma vátryggingar nam tæpum 1,5 milljarði. Og þessi árangur gerði það að verkum að við uppfærðum afkomuhorfur í tryggingarekstrinum í annað sinn á þessu ári, eins og við tilkynntum í Kauphöll nýverið. Fjármálastarfsemi okkar heldur áfram að vaxa, þar sem tekjur aukast rúmlega 40% á milli tímabila og afkoman á fjórðungnum var lítillega jákvæð. Og ávöxtun fjárfestinga var sem fyrr segir undir markmiðum og nam 1% á tímabilinu, en ávöxtun frá áramótum 1,2% hins vegar, sem sömuleiðis talsvert undir markmiðum, en endurspegla þær aðstæður sem hafa verið á mörkuðum þar sem af ári. Nú reitun hækkaði UFS-mat samstæðunar úr 80 í 81 af 100 mögulegum og fengum við áframhaldandi B1 einkunn sem við erum bara nokkuð ánægð með, og sömuleiðis vorum við í hópi útvalinna fyrirtækja sem fengu viðurkenningu stjórnvísi sem fyrirmynda fyrirtæki í stjórnarháttum. Og það gaman frá því að segja af 17 fyrirtækjum sem fengu viðurkenningu þann daginn að þá var komið 3 af þeim úr Skagasamstæðunni, það að segja Skagi, VÍS og Fossar. Og þá tilkynntum við samrunaviðræður við Íslandsbanka fyrr í mánuðinum og samrunin mikið tækifæri bæði fyrir hluthafa og starfsmenn samstæðunnar, og mun ég fara betur yfir það hér á eftir. En í upplýsingagjöf okkar hér eftir munum við leggja aukna áherslu á að draga fram kjarnastarfsemi samstæðunnar, þar að segja afkomu tryggingarekstrar, fjármálastarfsemi og móðurfélags, en án fjárfestingasafnsins. En þessi mælikvarði gefur okkar mati besta mynd af undirliggjandi rekstri samstæðunnar hverju sinni. Og hér á þessum myndum sýnum við 12 mánaða tekjur og afkomu af kjarnastarfsemi fyrir skatta, en það gert til þess að leiðrétta fyrir sveiflum milli fjórðunga, enda getur rekstur samstæðuna verið nokkuð sveiflukenndur innan ársins og eins virt skatthlutfall getur verið ansi breytilegt. Við höfum náð talsverðum árangri í tekjuvexti í öllum rekstrareiningum eða 13% á síðasta árinu, og á sama tíma hefur afkoma af kjarnastarfsemi margfaldast, sem að mestu drifið af miklum afkomubata vátryggingasamninga, en einnig vegna bata í afkomu í fjármálastarfsemi. Nú eins og ég nefndi hér fyrr áfram mikill gangur í rekstri VÍS. Vöxtur félagsins langt umfram vöxt samkeppnisaðila og hefur í raun verið það allt frá ársbyrjun 2024. Og ég vil taka það sérstaklega fram að okkur líður vel með þau iðgjöld sem við höfum verið að bæta við okkur, enda eru þau í takt við þá stefnu sem við höfum sett okkur, bæði varðandi vöxt í ákveðnum vöruflokkum og markhópum. En iðgjöld hafa jafnframt vaxið umfram aukningu í tjónum sem styrkir okkur í þeirri trú að við séum að vaxa á arðbæran hátt.
Og þá hefur meðmæla tryggð eða NPS-skor VÍS aldrei mælst hærri en í þriðja ársfjórðungi sem að gefur til kynna að ánægja viðskiptavina heldur áfram að vaxa. Og samstarf VÍS og Íslandsbanka hefur einnig farið vel að stað eins og við höfum komið inn á áður og við sjáum enn og áfram vísbendingar að það geti stutt við áframhaldandi tekjuvöxt félagsins. Og afkoma af vátryggingarsamningum hefur verið með eindæmi góð, hvort sem á fjórðungnum eða á árunni í heild, en afkoma fyrstu 9 mánuði ársins er nærri þrefalt hærri en á sama tíma í fyrra. Og ég má líka til með að nefna að þrátt fyrir að tjónaþróun hafi verið hagfelld á árinu að þá er þessi afkomubati engin tilviljun, en allir ársfjórðungar síðan byrjun árs 2024 hafa skilað afkomu sem umfram langtíma meðaltal. Virkilega vel gert hjá VÍS. Nú, í fjármálastarfseminni þá höldum við áfram að byggja upp tekjuhliðina og leggjum auðvitað kapp á að auka arðsemi samhliða þeim tekjuvexti og aukinni stærðarhagkvæmni. Og að vinstri hluta þessara mynda má sjá þróun tekna undan gengina 12 mánaða í lok hvers ársfjórðungs og þar má sjá hvernig tekjur af fjármálastarfsemi eru að vaxa jafnt og þétt. Og hægra megin má svo sjá 12 mánaða takt í afkomunni sem heldur áfram að þróast í rétta átt. En afkoman á þessari mynd að stóru liti drifin af góðum fjórða ársfjórðungi síðasta árs, sem var nú sérstaklega sterkur fjórðungur. En á fyrstu 9 mánuðum þessa árs afkoma fjármálastarfseminni rétt 2 milljónir. En það er rétt að halda því til haga að hún, sú niðurstaða litast töluvert af samþættingarkostnaði og öðrum einskiptisliðum sem að telja samanlagt 115 milljónir króna. En það er einnig áhugavert að skoða niðurbrot á tekjum í fjármálastarfseminni og eins og sjáum á þessari mynd þá dreifing tekna orðin þó nokkur á fyrstu 9 mánuðum ársins. Og það má líka sjá á þessari mynd að hlutfall reglulegra tekna, það er að segja eignastýringartekjur, vaxtamunur og aðrar samningsbundnar tekjur eru rúmlega helmingur af heildartekjum starfseminnar. En það ríma vel við okkar markmiðu að auka vægi reglulegra og sveifluminni tekna í fjármálastarfseminni. Nú, mér langar líka til að koma aðeins inn á þróun eigna í stýringu á árinu, en það sem aðra ári hefur gengið nokkuð vel að auka eignir í stýringu, sérstaklega hjá ÍVAF. En hér má sjá á þessari mynd að á fyrri hluta þessa árs jukust eignir í stýringu hjá ÍVAF mest á meðal rekstrarfélaga á markaðnum og við það má bæta að síðan þá búið að loka 2 kreditsjóðum samanlagt upp á tæpa 18 milljarða, annar í júlí og hinn í byrjun október og heldur þar uppbygging starfsemi kreditsjóða hjá félaginu áfram. Og með þessari viðbóta þá erum við að nálgast 250 milljarða í stýringu innan samstæðu og þessi þróun styður enn fremur við áframhaldandi vöxt á reglulegum og sveifluminni tekjum í fjármálastarfseminni eins og ég kom inn á áðan. Nú, að lokum á mínu hluta af yfirferðinni langar mig til að staldra við samrunaviðræður okkar við Íslandsbanka. En fyrir í þessum mánuði tilkynntu við að stjórnir Skaga og Íslandsbanka hefðu samþykkt að hefja formlegar samrunaviðræður. Og í undirrituðu skilmálaskjali gert ráð fyrir að hluthafa Skaga eignist 15% hlut í sameinuðu félagi nái samrunin fram að ganga. Að mati stjórnar Skaga að ræða hagfelld viðskipti fyrir okkar hluthafa og ennfremur í takt við okkar stefnu að vera þáttakandi í þróun á fjármálamarkaði. Mögulegt virði í sameiningu félagina mikið, meðal annars með því að innleiða samþætt viðskiptamódel sem byggir á styrkleikum beggja félaga og ennfremur verður sameinað félag leiðandi á banka- og tryggingamarkaði auk þess sem að samruni býr til öflugri fjárfestingarbanka og eignastýringarstarfsemi með fjölmörg tækifæri til
áframhaldandi sóknar. Nú við sjáum einnig talsverða samlegð en bein árleg samlegð metin á bilinu 1,8 til 2,4 milljarðar og varðandi tímalínu þá það okkar mat að hún getur legið á bilinu 9 til 12 mánuðir en það eðlilega einhverju óvissu háð. Og nú unnið að afmörkuðum áreiðanleikakönnunum, samrunasamningi og fleiri hlutum og við munum halda ykkur eðlilega upplýstum eftir því sem við á. En nú gef ég boltann yfir á Brynjar fjármálastjóra sem ætlar að fara yfir fjárhagslegt uppgjör. Já, góðan daginn. Ég ætla að byrja að fara yfir helstu rekstrarniðurstöðu Skaga á þriðja ársfjórðungi en þar eru kjarnatekjur sem samanstanda af tekjum af tryggingum og fjármálastarfsemi ríflega 9 milljarðar og vaxa 12% á milli ára sem styður við aukna afkomu í grunnrekstri. Hagnaður fjórðungsins nemur 717 milljónum eftir skatta sem samsvarar 13,2% arðsemi eiginfjár á ársgrundvelli. Arðsemi fjórðungsins því nálægt markmiði þrátt fyrir lágar fjárfestingartekjur og háa fjármagnsliði sem halda áfram að lita afkomuna. Hagnaður fjórðungsins hátt í 300 milljónum betri í ár en á sama tíma í fyrra, þrátt fyrir 370 milljónum lakari niðurstöðu í hreinum fjárfestingum. Líkt á fyrri fjórðungum þá það afar sterkur rekstur VÍS sem stendur upp úr með 1471 milljón í afkomu vátryggingasamninga og 82,4% samsett hlutfall. Það samsvarar 881 milljón í afkomubata frá sama fjórðungi ári áður sem skýrist af því að allir lykilmælikvarðar að tikka í rétt átt. Í fjárfestingum var 1% ávöxtun sem undir áætlunum og í háu vaxtaumhverfi hreinar fjárfestingar VÍS eftir fjármagnsliði því neikvæðar 277 milljónir. Í fjármálastarfsemi góður tekjuvöxtur eða 42% í samanburði fyrra ár og afkoman 29 milljónir sem bati 61 milljón á milli ára. En áfram áhersla þar á að skila vaxandi arðsemi. Förum þá yfir rekstrarreikning þriðja ársfjórðungs. Líkt og komið hefur fram þá skilar afkoma vátryggingasamninga 1471 milljón og batnar 881 milljón á milli ára. Hreinar vaxtatekjur 123 milljónir og tvöfaldast á milli ára. Og þóknanatekjur 480 milljónir og hækka 57%. Hreinar fjárfestingartekjur samstæðu neikvæðar 253 milljónir og 370 milljónir lakari en á síðasta ári. Hreinar rekstrartekjur samanlagt 834 milljónir og hækka 742 milljónir sem skýrist af auknum tekjum af kjarnastarfsemi. Rekstrarkostnaður nam 726 milljónum og hækkar 18% sem skýrist að stórum hluta af auknum kostnaðargrunni með IVAF inni í fjármálastarfsemi. Skattur 339 milljónir og niðurstaðan því hagnaður eftir skatta upp á 717 milljónir. Á fyrstu 9 mánuðum ársins afkoma vátryggingasamninga 2920 milljónir og afkomubati því 877 milljónir. Hreinar vaxtatekjur 323 milljónir og tvöfaldast. Þóknanatekjur 1672 milljónir og vaxa 47%. En miklu munar að hreinar fjárfestingartekjur neikvæðar 1494 milljónir sem 2081 milljón lægra en á síðasta ári og hefur því veruleg áhrif til lækkunar afkomu. Þar spilaði þetta neikvæðir fjármagnsliðir 1300 milljónir inn. Hreinar rekstrartekjur nema 3557 milljónum og vaxa 552 milljónir þrátt fyrir að hreinar fjárfestingartekjur séu neikvæðar. Rekstrarkostnaður nam 2452 milljónum og hækkar 25% milli ára, en hækkun skýrist af auknum umsvifum í fjármálastarfsemi ásamt einskiptiskostnaði meðal annars vegna samþættingar IVAF og tilfærslu tryggingarekstrar á fyrsta ársfjórðungi. Afskriftir óefnislegra eigna nema 147 milljónum og vaxa 40 milljónir á milli ára. Það má rekja til óefnislegra eigna vegna kaupa á IVAF sem komu ekki til afskrifta í fyrra. Skattur 615 milljónir og samsvarar 65% skatthlutfalli, en þetta háa skatthlutfall skýrist af því að lækkun hlutabréfa ófrádráttarbært í skattútreikningum. Niðurstaðan því hagnaður eftir skatta upp á 337 milljónir á fyrstu 9 mánuðum ársins. En ef við horfum á samanburð á milli fyrstu 9 mánuða í ár, í samanburði fyrra ár, þá má hér glögglega sjá hvaða sem skýrir breytingar í afkomu á milli ára. Þarna má sjá hvernig afkomubati nemur yfir 2 milljörðum í grunnrekstri sem samastendur á stærstu leyti
af 1877 milljóna bata í tryggingarekstri VÍS ásamt 152 milljóna bata í fjármálastarfsemi. En þessi afkomubati í grunnrekstri nánast að öllu leyti þurrkaður út sökum dræmara ávöxtunar hlutabréfa og hærri fjármagnsliðum. Einnig virt skatthlutfall talsvert hærra milli ára sem kemur sömuleiðis fram vegna lækkunar hlutabréfa. Efnahagurinn hann stendur í tæplega 84 milljörðum í lok tímabilsins og hefur vaxið 15% frá sama tíma á síðasta ári. Fjárfestingasafn, lánasafn og fjárstýringar eignir eru eftir sem áður stærstu eignir samstæðunar og vaxið ríflega 2 milljarða á þriðja ársfjórðungi. Á skuldahliðinni má nefna að vátryggingarskuldin lækkar vegna jákvæðrar þróunar tjóna og matsbreytinga. Og Fossar halda áfram að auka við skuldabréf og víxlaútgáfur bankans sem nema nú samanlagt 6 milljörðum. Eigið fé samstæðunar stendur í 22 milljörðum í lok tímabilsins. Og þegar við horfum á rekstrakostnað samstæðunnar í heild best að bera saman árin 2024 og 2025 miðað við samstæðuna í núverandi mynd. Á fyrstu 9 mánuðum ársins 2025 má sjá að kostnaður í fjármálastarfsemi 2204 milljónir hérna niðri hægra megin og hefur hækkað 513 milljónir frá síðast ári. Þessum 513 milljónum má skipta niður í 115 milljónir vegna einskiptis og samþættingakostnaðar, hátt í 300 milljónir vegna hærri kostnaðargrunns sem fylgir IVA og þá má rekja 100 milljónir til hækkunar á grunnkostnaði vegna aukina umsvifa og verðlagshækkana frá síðast ári. Hækkun á grunnkostnaði nemur því 6%. Rekstrakostnaður í tryggingastarfsemi hækkar á sama tíma einungis 3,9% á milli ára. Að lokum í minni yfirferð má sjá hér mælikvarða fjárhagslegan styrk. Þar má sjá að gjaldþol samstæðu stóði í 1,28 í lok tímabilsins og stendur því í stað á fjórðungnum á meðan gjaldþol í tryggingarekstri hækkar í 1,45. Þar fyrir neðan má sjá að eiginfjárhlutfall Fossa stóði 23,4% sem 1,3% umfram eiginfjárkröfur. Þá minni yfirferð lokið og gef ég Haraldi aftur orðið. Takk fyrir þessa yfirferð, Brynjar, en áður en við förum í spurningar þá langar mig til að draga fram nokkur lykil skilaboð. En eins og fram kom glögglega í kynningunni að þá tryggingareksturinn hjá okkur hefur verið með afburðum góður það sem af ári og eins og uppfærar afkomuhorfur endurspegla einnig. En ég tel að það sé óhætt að segja að reksturinn hjá VÍS nú í algjörum sérflokki á meðal tryggingafélaga og svo leggjum við allt kapp á að viðhalda þessum árangri áfram. Tekjuvöxtur í fjármálastarfseminni áfram góður og afkoma batnar á milli ára, hvort sem litið til þriðja ársfjórðungs eða fyrstu 9 mánaða ársins. En þessi afkomubati hann mætti vissulega koma hraða fram, en hort fram á við að þá ætlum við okkur einfaldlega að gera enn betur þar. Þannig að afkoman af grunnrekstri samstæðunar þess vegna mjög góð það sem af ári eins og fram hefur komið en eins og Brynjar fór vel yfir áðan að þá vegur lög afkoma af fjárfestingum hins vegar þungt á móti að þessu sinni, einkum vegna slakrar ávöxtunar hlutabréfum og hærri fjármagnsliðum. En svo þessi sagt að þá eru fjárfestingapartur okkar starfsemi og það okkar verkefni að ná fram góðum árangri þar til lengri tíma eins og annars staðar. Nú, við munum birta afkomuhorfur fyrir næsta ár samhliða ársuppgjöri í febrúar næstkomandi og að lokum rétt að koma inn á að samhliða öðru að þá eru samrunaviðræður við Íslandsbanka í fullum gangi og við munum halda ykkur upplýstum framganginn þar. En þar með lýkur okkar yfirferð í dag, en Brynjar ætlar að koma aftur upp og við munum svara spurningum úr sal ef einhverjar eru. Endilega, mikrofón kemur til þín. Já, sælir, takk fyrir. Ég er að velta fyrir mér kostnaðinn við samþættingu IVA. Hann komið fram að, þú veist, öllu leyti eitthvað sem eftir að lítur að eitthvað uppgjör næstu fjórðunga eitthvað þannig og já.
Hvernig sjáum við það aðeins spilast út? Viltu taka það? Já, kostnaðurinn, eins og kom fram í 6 mánaða uppgjöri, þá var þessi kostnaður 95 milljónir, þannig að þetta er að hækka 20 milljónir, þannig að já, sannarlega hann svona að mestu búin að koma fram, en það var mesti þungin í sameiningunni á fyrir ás helmingi. Og já, við hefum vonað að koma ekki til frekari samþættu kostnaður, en það sem að þarf að ná fram núna í framhaldinu er að ná hagræðinu enn betur fram milli félagana, og það sem að getur auðvitað eins og gengur að gera til þessu tekið lengstan tíma, það er svona UT samþætting og milli félagana, en að öðru leyti á kostnaður að vera komin fram. Einhverjar fleiri spurningar? Ef svo er ekki, þá þökkum við kærlega fyrir komuna og hlustunum í dag.